Áður en flugvélin fer í loftið gerist eitthvað sem næstum enginn tekur eftir. 2 farþegar borga nákvæmlega sama verð fyrir flugmiðan. Annar ferðast óþægilega, þröngt, horfir stöðugt á klukkuna. Hinn teygir úr fóanum, hallar sætinu aftur og lítur út eins og hann sé í fyrsta farrými. Þetta er ekki heppni, þetta er ekki staða, og þetta er ekki uppfærsla á síðustu stundu. Þetta er ákvörðun sem er tekin á réttum tíma. Í dag ætla ég að sýna þér hvaða sæti í flugvélinni reyndir ferðalangar velja nánast alltaf, hvaða lagalega smáatriði flugfélög útskýra sjaldan og hvernig þú getur fengið meira pláss og meiri þægindi án þess að borga eina einustu krónu í viðbót. Þetta er ekki galdur, þetta er að kunna að velja rétt. Við ætlum að hakka ferðamannafarrýmið skref fyrir skref. Byrjum. Ráð númer 10. Bragðið horna sætið. Fáir vita þetta, en í sumum flugvélum eru ákveðnar sætaraðir sem hafa enga glugga vegna hönnunar vélarinnar. Ástæðan getur verið loftkælikerfi eða raflagnir í skrokkinum. Ef þú velur gluggasæti í þessum röðum endarðu með að horfa á plastvegg í alltaf 10 klukkustundir, sem getur verið klaustrofóbískt ef þú átt ekki von á því. Til að forðast þessi mistök ættiru að nota raunveruleg sætakort eins og segahúru eða sambærilegar vefsíður. Þú slærð einfaldlega inn flugnúmerið og dagsetninguna og kerfið merkir með rauðu þau gildru sæti sem annað vort halla ekki eða hafa skert útsýni. Þetta er munurinn á því að horfa á sólaruppbrás í 10.000 metra hæð eða borga fyrir gráan vegg. Mundu, flugfélög vara þig ekki við þessu þegar þú kaupir miðan, því markmið þeirra er að fylla vélina, ekki að tryggja þér fallegt útsýni. Ráð númer 9. Þyngdarleysissvæðið fyrir viðkvæma maga. Ef þú verður auðveldlega flugveikur eða finnur fyrir kvíða þegar vélin hreyfist aðeins, þá er þetta ráð ómetanlegt og getur bjargað ferðinni þinni. Flugvélin hagar sér líkamlega eins og vogarstang, nefið og skottið hreyfast mest og þar eru sveiflurnar kröftugastar. Sætin beint yfir vængjunum, yfirleitt á milli raða 10 og 15 eftir gerð vélarinnar, eru stöðugustu sætin í allri flugvélinni. Þar sem þau eru nálægt þyngdarmiðju og snúningsásum vélarinnar finnast ókið mun minna, næstum eins og þú sitjir í miðju hreyfingarinnar. Ef þú vilt rólegt flug, án magakrampa og með stöðuga öryggistilfinningu, þá er þetta besti staðurinn fyrir þig. Ráð númer 8. Góðsögnin neyðarútgangsröðina og smáa letrið. Margir farþegar flýta sér að bóka þessi sæti vegna mikils fótarýmis, en varaðu þig, þessi kostur hefur falinn kostnað og mikla ábyrgð. Í fyrsta lagi eru þessar raðir oft mun kaldari. Neyðarútgangshurðir einangra ekki hitan eins vel og aðrir hlutar skrokksins sem veldur köldum loftstraumum í farflugsæð. Í öðru lagi eru öryggisreglurnar strangar, þú mátt ekki hafa neina tösku eða smáhluti á gólfinu við flugtak eða lendingu, allt verður að vera í farangurshólfunum fyrir ofan. En mikilvægast er lagalegi þátturinn. Ef þú talar ekki reiprennandi tungumál áhafnarinnar eða hefur ekki líkamlegan styrk til að stjórna hurð sem vegur 2 kílóa, mun starfsfólkið færa þig í annað sæti án réttar til kvörtunar eða endurgreiðslu, jafnvel þótt þú hafir greitt aukalega fyrir sætið. Ráð númer 7. Tóma miðjusætið, aðferðin fyrir paur. Ef þú ferðast með einhverjum er þetta eitt besta reikniritabragð sem til er. Þegar þið bókið sæti, veljið gluggasæti og gangsæti í sömu röð og skiljið miðjusætið eftir autt. Sjálfvirk sætakerfi flugfélaga reyna alltaf fyrst að fylla vinsælustu sætin sem eru glugga- og gangsætin. Miðjusætið er það síðasta sem kerfið útlutar og það sem enginn vill. Ef flugið er ekki fullbókað er mjög líklegt að þið endið með heila 3 sætaröð út af fyrir ykkur 2 sem gerir ykkur kleift að skiptast á að liggja. Og ef flugið fyllist og einhver lendir í miðjusætinu, þá mun sá farþegi næstum alltaf vera ánægður með að skipta yfir í glugga eða gang til að sleppa við að sitja klemdur á milli 2 ókunnugra. Þetta er leikur þar sem þið vinnið alltaf. Ráð númer 6. Hættan við síðustu röðina, hávaði, lykt og stíf bakk. Að velja síðustu röðina kann að virðast skynsamlegt vegna nálægðar við salernin, en í raun er þetta gildra. Að sitja við salernin þýðir stöðugan hávaða frá hurðum sem opnast og lokast, auk fólks sem styður sig við sætið þitt meðan það bíður. Alvarlegasta tæknilega vandamálið er þó að í flestum stutt- og meðalflugsvélum hallar bakstóð síðustu sætaraðarinnar ekki vegna aftari veggs farþegarýmisins. Að sitja í 90 gráðu stöðu í marga klukkutíma, án þess að geta hallað sætinu einasta sentimetra, er örugg uppskrift af mjóbaksverkjum og mikilli þreytu. Að auki ferðu síðastur út úr vélinni, sem getur eyðilagt tímann þinn ef þú átt þröngt tengiflugi. Áður en við höldum áfram, gerstu áskrifandi að rásinni. Einn smellur hjálpar okkur gríðarlega. Skrifaðu í athugasemdir hversu gamall þú ert og hvaðan þú ert að horfa. Ráð númer 5. VFMG innstigningskerfið og baráttan farangurshólfin. Mörg flugfélög nota nú innstigningskerfi sem byggir á glugga, miðju og gang. Hugmyndin er að flýta innstigningu, en fyrir gangsætisfarþega er þetta stórt taktískt óhagræði. Ef þú velur gangsæti til að hafa meira hreyfifrelsi, þá ferð þú meðal síðustu hópa borð.
Þegar þú kemur að röðinni þinni eru farangurshólfin oft þegar full af handfarangri þeirra sem settust fyrir glugga og miðjusæti. Þetta getur þýtt að starfsfólk sendi töskuna þína niður í farangursrýmið sem kostar þig dýrmætan tíma við farangursskráningu eftir lendingu. Ef þú ert með verðmæti eða raftæki og vilt tryggja pláss yfir höfðinu, skaltu íhuga gluggasæti eða tryggja þér forgang í innstigningu. Ráð númer 4. Skilrúmsætin eða bulkhead. Þetta eru sæti sem hafa vegg fyrir framabraut sig í stað annars farþega. Þau eru oft selt sem betri sæti þar sem enginn hallar bakinu í fangið á þér. Hins vegar hafa þau einnig galla. Þar sem ekkert sæti er fyrir framabraut, getur þú ekki geymt litla tösku við fæturna og þarft að setja allt í farangurshólfin fyrir ofan. Auk þess eru borð- og afþreyingarskjáir falin inni í armbúðunum sem minnkar raunbreyt sætisins nokkra sentímetra og gerir armbúðana fasta. Ef þú ferðast með börn, mundu að þetta er svæðið þar sem barnakurfur eru settar upp, þannig að líkur á barnagráti eru meiri hér en annars staðar í vélinni. Ráð númer 3. Gullna sekundan í innritun. Þægindi ferðarinnar ráðast ekki þegar þú kaupir miðan, heldur nákvæmlega 24 klukkustundum fyrir brottför þegar netinnritun opnar. Flugfélög halda bestu sætunum frátekin fyrir úrvalsklienta eða síðustu stundu sölu. Leið og stafræna innritunin opnast losna mörg þessara sæta sjálfkrafa ef þau hafa ekki selst. Lykillinn er að stilla vekjara, hafa bókunarnúmerið tilbúið og skrá sig inn á fyrstu mögulegu sekúndunni. Þú gætir fundið sæti framarlega í vélinni eða með auknu fótarými sem áður virtust upptekin. Þetta er hraðakeppni þar sem sá fljótasti fær besta hvíldina án aukakostnaðar. Ráð númer 2. Gullna svæðið, raðir 6-9. Ef þú flýgur með hefðbundinni einnar gangs flugvél eru raðir 6-9 hinn fullkomni staður fyrir klókan ferðalang. Þessar raðir bjóða upp á besta jafnvægið. Þú ert nægilega framarlega til að vera meðal þeirra fyrstu sem fara út eftir lendingu, sem skiptir miklu máli í vegabréfa eftirliti. En þú ert ekki alveg fremst, þannig að þú forðast hávaða frá fremri eldhúsinu þar sem áhöfnin undirbýr vagnana og spjallar. Í mörgum uppsetningum fá þessar raðir einnig þjónustu fyrst sem tryggir að allar valmöguleikar matseðilsins séu enn í boði þegar komið er að þér. Og nú haltu þér fast því við erum komin að punktinum þar sem heilsa þín og veskið þitt mætast. Ráð númer 1. Vísindin á bakvið að hvenær borgar sig að greiða aukalega. Það er ekki alltaf skynsamlegt að spara í sætavalinu. Ef flugið þitt er lengra en 6 klukkustundir og þú ert hærri en 1 metri og 80 cm, þá er aukið fótarými fjárfesting í líkamlegri heilsu þinni. Hættan á svokölluðu ferðamannafarýmisheilkenni og blóðrásarvandamálum er raunveruleg þegar hnén eru þrýsta málmi í langan tíma. Ráðlegging mín er að greiða ekki aukalega mánuðum fyrirfram, heldur bíða síðustu 48 klukkustundirnar. Oft senda flugfélög út síðustu stundar tilboð í gegnum farsímaforritið sitt til að fylla upp í laus premiumsæti. Þú gætir fengið uppfærslu fyrir brot af upprunalegu verði og breytt þreytandi ferð í þægilega og afkastamikla upplifun. Athugaðu forritið alltaf áður en þú leggur af stað á flugvöllin. Bakið þitt mun þakka þér innilega. Það var allt. Að velja besta sætið er list sem krefst þolinmæði og stefnu. Að lokum ræðst ferðaupplifun þín af þessum litlu smáatriðum sem flestir hunsa. Ef þessi leiðarvísir hjálpaði þér fyrir næsta áfangastað, myndi það hjálpa okkur mikið ef þú deildir þínum eigin ráðum í athugasemdum og gengir til liðs við samfélagið okkar fyrir fleiri ferðaleindarmál. Ferðastu skynsamlega, ferðastu þægilega, sjáumst í næsta myndbandi.